Alright, svo erum við Sölva hérna. Hann byrjaði í agency worldinu bara fyrir mánuði síðan, það ekki? Eitthvað svona. Og hann joinaði programmið og núna getur hann aðeins útskýrt hvernig þetta virkar og hvernig það gengur hjá hann allt þannig. Þannig, Sölvi, viltu ekki taka við, hvað þetta gera og hvernig gengur allt? Þú veist, ég byrjaði náttúrulega bara á því að þú poppaðir upp á Instagram með mér og þetta var bara tímabil sem að ég var upp í rúmi alla daga. Þú veist, var ekki að gera neitt, var ekki að hitta neitt og ég hélt persónulega að það væri bara eitthvað skam. Þú veist, ég held að það væri bara eitthvað, já, eins og maður sér bara allt á Instagram að það er mjög mikið skam en síðan varstu búinn að poppa upp hjá mér nokkur sinnum og ég ákvað að followa þig og síðan bara settur eitthvað story, DM í class og ég ákvað að gera það og við enduðum á Zoom-call ef maður rétt og þá einhvern veginn var ég svona ekki alveg að fatta hvernig þetta væri en þú veist, þetta er svo basic þegar þú veist aðalatriðin þannig að þú veist, út af þegar þú sér svona heldur að þetta sé bara eitthvað fáránlegt eins og mjög, þú veist, með mjög mörg svona online dæmi þá er þetta eitthvað flókið en þú veist, þarna hlustið á þig og þú útskýrir þetta svolítið bara með þú veist, simpul orðum og bara aðalatriðunum í þessu og þá er henni fattaði þetta hægt að róla sko og byrjaði bara boltan að róla. Viltu ekki útskýra handa þú veist, hvað gerur, þú veist, hvað ertu að græða mikið á mánuði og bara allt þannig? Já. Sko, ég byrjaði á því að hringja í fyrirtæki, eiganda á fyrirtæki og þetta var fyrsta símtalið sem ég ákveðið bara já, mig langar að gera eitthvað í þessu. Þá var sá gæi bara eitthvað út að borða, ég man ekki, þú veist, hann sagði bara eitthvað, já, ég er út að borða, má ég heyra þér eftir? Ég sagði bara, já, ekkert mál, skilurðu, og síðan sagði hann bara, nei, ég veist, ég hlustaði núna. Þá svona fór ég bara að tala þú veist, bara koma mér í góða stöðu fyrir honum og útskýra bara hvað ég geri og allt svoleiðis. Og þá var hann bara eitthvað, já, þú veist, hvað ertu gamall? Ég bara eitthvað, 15 ára og hann bara eitthvað, já, ok. Og síðan býst ég ekkert við að fá okkur út úr þessu út að ég er 15 ára og ég býst ekki við því að einhver eigandi á fyrirtæki sé tilbúin í að fá einhvern 15 ára gæja sem er ekki búinn að sæna fyrst klæjentinu sinni. Og þá var ég bara svona, já, ég býð með þetta, ég hringi bara meira á morgun. Síðan fæ ég símtal frá honum daginn eftir, örugglega háti. Þá fyrstu orðin hans voru bara, ég vil fá því í viðtal núna. Ég bara eitthvað, já, ekkert mál, þú veist, þá ég koma bara right now. Og hann bara, já. Og ég mæti og þá, þú veist, útskýri ég fyrir honum og hann til dæmis segir, þú veist, ertu í Borgó, sem er náttúrulega menntaskóli og ég segi bara, nei, eiginlega ekki sko, ég er náttúrulega bara í 10. bekk. Þá sagði hann bara, já, ok, var bara alveg í sjokki og hann hafði ekki ekki mikla trú á mér, þannig að þá byrjuðum við bara að vinna saman og ég til dæmis bjó til fyrir hann auglýsingu. Og það endaði í því að ég fekk borga fyrsta mánuðinn bara eitthvað 50.000 kall og síðan vaknaði ég nokkru við, þú veist, 2 vikum seinna og sá bara 500.000 kall inn á reikningnum mínum. Og þú veist, ég var bara svona, ha? Þú veist, hver að leggja inn á mig 500.000 kall allt í einu? Og tjekkaði að þá var það eigandinn á fyrirtækinu, þá er henni græddu þér svo mikið út frá auglýsingunni. Já, þetta sýnir bara, þú veist, að fá clients er ekkert mál þótt þú sért ungur, þú veist, þú ert 09, ertu ekki 09? 10. bekk, hann er að fara í menntaskóla núna og hann er búinn að senda fyrsta clientið sinn, 50.000, 500.000 líka, þú veist. Þetta sýnir bara að actually implementar, þarft ekki að bíða í marga mánuði þannig að þetta virka. Hann byrjaði þetta bara fyrir mánuði, þannig hann hélt eins og flestir að þetta væri scam og nú, þú getur bara séð hvað hann er að segja núna. Senda clients, núna er hann að fara að senda fleiri clients, núna er þetta bara upp, núna með peningin getur þú notað í að investa meira, teka þetta bara upp ef þú sko að menna. En hvað myndir þú segja það væri aðalhluturinn sem ég hjálpaði með? Sko, ég er að fatta þetta og bara fá mig til þess að trúa að ég gæti, þú veist, gert eitthvað úr þessu og bara, þú veist, að þetta er ekkert svona erfitt eins og fólk heldur.
og þú sagði mér bara öll aðalatriðin og ég bjóst við að þurfa að borga kannski bara einhverja fleiri bara fullt af peningum til þess að fá þetta eina Zoom-call með þér en í rauninni frá þessu Zoom-calli þá lærði ég bara fullt og til dæmis bara hvernig ég var komin í góða stöðu og ég myndi segja að þetta sé allt bara í hausnum á þér. Þú getur... Já, bara hjálpa þér með mindset. Já, þannig að ég gæti alveg verið ógeðslega latur heima á mér allan daginn og langaði að gera eitthvað svona. Hef ekkert að gera og segja bara, já, ég ætla að hringja í einhvern. En þetta er ekki alveg þannig. Þú þarft að hafa mindset í það að fara á stað og ekki stoppa. Þú getur ekki að tekið eitt símtal, já, þetta gekk ekki upp og hætt. Já, og funny enough, þegar ég talaði við fyrst skipti, þá höfum kollið þannig að hún myndi joina program og allt þannig, að þú sagði mig, bro, ég í skólanum gengur mér ekkert vel og það er allir, ég með einhver einkenni fyrir eitthvað ADHD, eitthvað mjög hátt ADHD og mjög hátt þetta hitt og síðan verð ég bara að segja við, bro, þetta skiptir engum máli, allt þetta skiptir engum máli og actually bara lokkar inn og bara setja hausinn á réttan stað, þá munur þú ná að byrja business eins og byrja núna. Og þetta sýnir bara að það fólk heldur að eitthvað svona sé scam. Ég skil það alveg og ég ætla að spyrja að þessu núna eftir smá en ég alveg búinn að fá ógeðslega mikið fólk í Íslendingum sem segja við mig ok, en getur hjálpað mér, þú ert á Íslandi, þú ert Íslendingur og sko meina. Ég er frá Spáni, raunverulega, en ég er bara flutninga þegar ég var lítið barn. Þannig að ég fæ ógeðslega mikið Íslendingum segja við mig núna er ég byrjað að fatta að þetta sé ekki scam bara því ég sé þig og þú ert líka á Íslandi eins og ég. Já. Og var það sama fyrir þig og þú hugsaðir alltaf að scam. Já. Þú sést það alltaf online en síðan þá sér það mig sem actually er á þessu landi. Já. Þá bara... það var rauninni þannig sko. Og ég sá að það var búin að vera eitthvað í fótbolt á Íslandi og svoleiðis áður. Já, og síðan sá ég bara world class, Jimmy. Og ég var bara, já, hann er á Íslandi, ákveðið að senda á þig. Og ég sagði bara, talar íslensku, ég man ekki, það var fyrsta eða eitthvað. Og þú sagði bara, já, viltu að ég tala íslensku eða ensku? Ég bara, íslensku og þá var ég bara svona, já, þetta er ekkert scam. Og þá byrjaði ég svona að spyrja það spurningum og þá einhvern veginn þróaðist það bara út í það að við fórum á Zoom call og allt svoleiðis sko. Síðan, the rest is history sko. En hvað myndir þú segja við mannesku, mannesku sem er 09 kannski eða bara 05 eins og ég eða bara hvað sem er, bara manneskjörn á Íslandi sem vilja actually gera eitthvað starra en bara þetta land eða bara vilja byrja fyrirtæki sem getur grætt $10,000 $20,000 að minnsta kosta mánuði og sko að menna. Þannig að geta actually ferðast, ekki vera alltaf í kuldan, það er snjór, getur bara farið hvert sem er inn í gegnum tölvuna eins og þú getur gert það mér núna. Hvað myndir þú segja við þeim prógramið mitt og að joina prógramið mitt? Ég myndi segja að veri sterkuleikur að byrja á því og síðan líka bara, maður þarf ekki alltaf að vera úti með vinum, þú þarft ekki að fara í öll svona business með vinum. Ef þú ert sem með viniðinum í einhverju businessi og það getur líka skemmt vinasambandi. Já, það getur. Og eins og bara ég fór ekkert út á þessum tíma út að mér langaði að gera eitthvað í þessu. Ég var ekkert að fara niður í bæ eða eitthvað sem að ekkert allir gera en það er svo margir sem að fara helgar að drekka og á meðan bara þú getur verið upp í rúmi og gert ekki neitt. Síðan getur líka verið upp í rúmi eða upp í sófa og andjúks gert eitthvað. Í staðan fyrir að skrolla á TikTok og finna eitthvað nýtt og eins og þig og bara eitthvað, mér langar að gera þetta, ég gera þetta seinna. Bara gera þetta strax þannig að þú gleymir þessu til dæmis ekki og bara byrja leið og þú getur sko. I see. Þannig að sérstaklega eins og þú sagðir, þá actually bara reynir þetta er ekki eins og það erfitt, þetta er náttúrulega einfalt. Á að reynir þetta og til dæmis með prógramið þú fær bara step by step allt sem þú mátt gera. Fólk hugsar og hann er að selja program, scam þetta hitt. Ég bý á Íslandi eins og þú, bara svo þú hugsar þetta, ég bý á Íslandi eins og þú og ég investaði í program þegar ég byrjaði $30,000 sem er worth
4,5 milljónir held ég. Og ég gerði það, eins og ég segi alltaf sem joke, take one for the land, og sko meina, taka eitt fyrir Ísland. Það enginn á Íslandi sem gerði það sem ég byrjaði að gera. Og hvernig voru að hugsa þetta? Mér alveg saman peningin frá prógram á Íslandi. Ég er nú þegar í Bandaríkjunum að græða allan peningin minn. Ég græða allan peningin frá Bandaríkjunum, ég græða pening á Spáni, á mörgum löndum sem ég er með clients. Á þessu landi það sem ég vil gera er bara actually láta fólk fatta á þessu landi að þetta sé hægt og actually að koma þeim upp. Ég fullt af fólki að vinið mínum sem núna er að hjálpa joina í prógramið mitt og ég er að hjálpa skeila Sölvi, núna ég er að hjálpa honum að skeila mig núna, hann skeilaði $4,000 á mánuði og ég er með fleiri svona vídeó sem er að koma frá Íslendingum, þannig að þú verður bara að hugsa, vill ég actually gera eitthvað við lífið mitt, vill ég bara fara að vinna alltaf og bara vera að djamma og vinna alltaf dag, hvað vill ég gera? En ég er með aðra spurningu fyrir því, Sölvi. Sem að manneskja mín núna, sem er svona að pæla að joina prógramið, eða svona ætti að joina prógramið hjá Sergio, að láta Sergio hjálpa mér, skila agencyið mitt, eða er þetta of mikil risk út, þetta er of mikil peningur, er ég að fara að tapa peningin? Hvað myndir þú segja við þessa mannesku? Bara fyrsta lagi senda á þig og bara joina leið og getur. Og það, þegar þú joinar þá færðu bara step by step. Þú færð að vita allt sem í rauninni þú veist og þú veist í rauninni bara fáránlega mikið þetta og þú ert með skilur reynslu í þessu. Og ef að ég færi að kenna einhverjum, ég get ekki kennt þeim fullt skilur eins og ég er búinn að fá einhver skilaboð. Ég er ennþá að læra og þú ert örugglega ennþá að læra sumt líka skilur en þú veist bara svo mikið þetta og þú getur sagt fólki bara step by step bara hvernig þetta virkar og án þess að þurfa að vera eitthvað, þú getur sagt eitthvað sem að er kannski ekki satt en sem að þú segir það er bara allt satt sem, ég sé það, þú hefur aldrei verið bara eitthvað, gerðu þetta og ég hef ekki fengið neitt gott út úr því. Þannig að bara ef þú ert að pæla joina þetta, þá myndi ég bara gera það strax. Svoleiðis er þetta. En já, það er pretty much it, guys. Það er bara, þú getur séð, Sölvi, náðu þessu, fleiri fólk, þú getur farið bara á Instagram mitt eða YouTube mitt, bara séð fleiri fólk bara vinna, þú veist hvað ég meina, bara vinna sem með peninga, fá bara peninga. Það er að gera það sama, þá veistu hvað þú ert að senda mig message og that's pretty much it. Takk fyrir vídeo, til þessum.